Það mjög ánægilegt að segja frá því að til landsins væntanlegur magnaður fyrirlesari, rithöfundur, prófessor í þróunarlíffræði. Hann mjög tíður gestur hjá til dæmis Joe Rogan, hann hefur komið þar allavega 4-5 sinnum í það minnsta. Ég hef fylgst með honum sjálfur persónulega í fjölda mörg ár á netinu og hann sérstaklega hnittinn, skemmtilegur og gagnrýninn á vókið og svona. Og mjög svona vinalegur, vingjarnlegur og góðu gæi. En svo sé umfjöllunum þetta á dvf.is og þá allt í einu bara umdeildur fyrirlesari á leið til Íslands. Einn versti síónistinn á netinu. Og ég var bara, býtum nú við The Gatsat sem ég búin að fylgjast með alveg í, ég hef ekki tekið eftir þessu. Já, þá sem sagt farið í það í þessari grein dvf að fyrirlestur með manni að nafni Gatsat sé auglýstur í Hörpu í júní. Sat afar umdeildur fræðimaður og einn af helstu áhrifavöldum Elon Musk. Oh my god, hann lítur að hræðilega. Oh my god, já. Sat kanadískur þróunarsálfræðingur, líbanskur gyðingur að uppruna með doktorsgráðu frá Cornell háskóla. Hann starfaði við Concordia háskóla í Montreal og í auglýsingu viðburðarins segir að hann hafa ferli sínum rannsakað þróunarlegar skýringar mannlegra hegðunar, svo sem neytendahegðunar. Kemur fram að áhrif Sat og alþjóðavettningi hafi verið vaxandi, hann hafa verið áberandi persóna með þáttum og hlaðvörpum eins og Joe Rogan og Elon Musk og svo framvegis og svo haldi hann sínu eigin hlaðvarp út í The Sad Truth þar sem hann fjallar þjóðfélagsleg málefni. Og svo segir frá blaðamenni dvf, sú hugmynd sem Sat hvað þekktasti fyrir og menn eins og Elon Musk hafa tekið upp að samúð með öðru fólki sé að drepa Vesturlönd. Svoköldu sjálfseyðingar samúð. Það að samfélagi rörn og degi þegar að skipti meira máli að sína samúð og umburlendi en að hugsa eigin hagsmuni og leiðir til að lifa af. Þessar kenningar byrjaðar að hafa bein áhrif í Bandaríkjunum gegnum menn eins og Elon Musk sem hefur eirað Donald Trump forseta. Til dæmis með niðurlægningu þróunaraðstoðar Bandaríkjanna. Þetta ótrúleg túlkun blaðamanns dvf á þessu máli. Og svo það segir hann hefur einnig umdeildar skoðanir til dæmis á konum, transfólki og múslimum. Koma hans hefur ekki farið fram í Íslendingum, meðal annars þeim sem hefur talað fyrir hagsmunum palestínumanna. Og það segir ætla rétt að vona þetta floppi. Gatsat einn versti síónistinn á netinu, segir ein kona á samfélagsmiðlum í umræðum viðburðinn. Þetta síónisti og hálfviti, en auk þess rasisti gagnvart svörtu fólki, innflytjendum og almennt hatar konur. Vá. Segir upphafsmaður umræðunar. Sem sagt maður sem margir vilja hlusta á, sama fólk og fór á Jordan Peterson, nema þessi reyndar helmingi verri en Jordan Peterson og þá mikið sagt. Og þetta ótrúlega grein. En ég ætla að segja fyrir það fyrsta, hann þekktasti fyrir það sem að kallaði samúð með öðru fólki. Að vera á móti því, að vera á móti samúð með öðru fólki. Þetta alltaf bara hauga lygi. Hann reyndar að skrifa bók sem heitir Suicidal Empathy og hefur fjallað hvað þessi eins og ég sá hann var að taka til dæmis eitt dæmi og við getum alveg heimfart á Ísland líka þú veist hann heimilislaust fólk á Íslandi við getum talað við hrúa inn bara í JL-húsið 409 hælisleitendum. Samt 400 heimilislausir Íslendingar búin að vera í Reykjavík viðvarandi núna í 10, 15, 20 ár. Aldrei hefur getið gert neitt fyrir þá. Hann kom með dæmi mitt að mexíkönsku eða suður-amerísku glæpagengin MS-13 og svona að þau fái sem sagt meiri samúð og blíðari móttöku stjórnvalda með því að þeim komið fyrir í húsnæði, þeir fá bætur og greiðslur og svona á meðan að bandarískir hermenn uppgjafa veterans sem hafa mist útlimi fá ekki neitt. Nei, nákvæmlega. Og þeir hafa mist útlimi við það að berjast fyrir bandarísku ríkisstjórnina og hann segir þetta til það með suicidal empathy það við erum bara að drepa okkur sjálf með því að vera með eitthvað svona sýndarmennsku empathy, dyggðaflöggun og hann engan veginn á móti samúð með öðru fólki. Móti samúð. En þetta alveg magnað. Svo hugmynd sem Sat hvað þekktasti fyrir og menn eins og Elon Musk hafa tekið upp að samúð með öðru fólki sé að drepa Vesturlönd.
svokölluð sjálfseyðinga samúð. Þetta er magnað að túlka þetta með þessum hætti. Og svo segir eins og þetta að hann sé sem sagt rasisti, gagnvart svörtu fólki, innflytjendum almennt og hann hati konur. Þetta er auðvitað hauga lygi. Við erum að tala þetta er líbanskur innflytjandi í Kanada sem að flúði gyðingahatur í Líbanon með mömmu sinni og pappa þegar hann var 5 ára gamall og hann er innflytjandi í Kanada. Hann hefur vissulega gagnrýnt íslamisma og trúabröðin íslam sem að í stuttu máli, hann segir eitthvað eins og þú veist, við getum alveg bara spurt okkur þeirra spurningar, veitir íslam meiri persónlegt frelsi og persónleg réttindi fyrir áhangendur þessara trúa heldur en til dæmis kristni eitthvað? Nei, það gerir það sannarlega ekki. Og svo getur hann farið nánar út í kvennakúgun og svo framvegis. En það er ekki hatur gagnvart múslimum. Og hann talar sérstaklega alltaf að ég er ekki einstaklingar, múslimar og svona þetta er ekki huga að gagnrýna alla múslima en hugmyndakerfið sem að Íslam býður upp á er alveg gagnrýni vert og við vitum alveg þú veist að það er rétt hjá honum gatsat. En viðbröðin við komu hans eru náttúrulega frekar fyrirsjáanleg. Þetta er út úr vókað og það eru sem sagt hópar núna á netinu að tala sniðgöngu og mótmæli og eitthvað. Ég sá að Gatsat hefur sjálfur orðið var við mótmælin. Það er að segja ég held að hreinlega sá sem er að flytja til landsins hafi bent honum á að viðbröðin eru strax orðin skrítin og Gatsat segir í tísti á x.com í gær að hann vonar að forseti Íslands og Kristrún Frosta forsætisráðherra muni tryggja það að ágóði af viðbröðunum muni renna í öryggismál. Ímyndið ykkur að á 21. öldinni prófessor sem er að fara að tala vestræn gildi, frelsi og liberty and freedom is receiving hate from Iceland og Ísland hefur internalized the insult scientist. Wow. Og hann segir, ég hélt alltaf að ég væri of indæll til þess að verða hataður sérstaklega af íslensku fólki. Það er ekki mjög gesturísið. Er það af því að ég er gyðingur, er það af því að ég er svo klár eða af því að ég er svo óboðslega myndarlegur. Það er það kannski allt af þessum þremur. En hann er eins og ég sagði í upphafi, hann er mjög hnyttinn, fyndinn og með mikinn húmor. Hann er alltaf, hann gagnrýnir vókisma og svona mikið með svona glettni og gerir grín og svona. Hann er mjög beittur svona grínisti, myndi ég segja. Og hann er alltaf léttur og í góðu skapi og hatur þessum manni er ekki til. Það er algjörlega galið. En vókistarnir sem eru núna að undirbúa það að mótmæla eða sniðganga eða sem sagt að séima, smána þá sem ætla á viðburinn og svo framvegis. Það er þetta mjög fyrirsjáanleg og mjög vókleg viðbröð, svo má segja. En Gatsat er eins og segja allt annað en hatursmaður og og það er gaman að segja frá því að ég mun líka taka viðtal við Gatsat núna á mánudaginn næsta og við munum sýna það hér í broadcastinu. Er hann að mæta hingað? Já, nei, við ætlum að taka það í gegnum fjarfundabúnað. Já. Hann kemur ekki fyrir í sumar en mér fannst svo mikilvægt að ná viðtal við hann núna strax þessi viðbröð sem er að sýna sig hér á Íslandi og svona. Þannig að það verður hressandi og ég hveti ykkur eindregið til að fylgjast með því. En ég get að þetta er alveg eins og með Jordan Peterson þegar hann kom fram, segir fullt af skynsum hlutum og kemur inn í umræðana með eitthvað svona, maður er bara, vá, hvað þetta er tímabært að einhver tali á svona skynsemi. Þá er þetta vóklið alveg brjálað. Það trillist bara og talar og fyrir að stimpla rasista, nasista og eitthvað svona algjört rugl sem á sér enga stóð í raunveruleikanum. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.